Fyrsta hjálp getur skipt höfuðmáli hvernig til tekst og það því mikilvægt að viðhafa rétt viðbrögð þar til hjálp fagaðila berst. Nú lokið skyndihjálpar námskeiðum sem sveitarfélagið Vogar ákvað að bjóða íbúum sínum að kostnaðarlausu. 2 námskeið voru haldin og sóttu þau samtals 20 manns úr sveitarfélaginu. Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri, segir í viðtali við sjónvarp Víkurfrétta að hér sé á ferðinni jákvætt samfélagsverkefni sem til þess fallið að auka öryggi í bæjarfélaginu ef sjúkdóm eða slys ber að höndum. Námskeiðin voru haldin í samstarfi við Rauða krossinn sem hefur verið ötull í að fræða Suðurnesjamenn nauðsyn þess að kunna skyndihjálp. Sjónvarp Víkurfrétta kíkti við á skyndihjálpar námskeiði í Vogum og ræddi einnig við Ásgeir námskeiðið og það sem helst á döfinni í Vogum þessar mundir. Segðu mig frá þessari ákvörðun bæjaryfirvalda að bjóða bæjarbúum upp á skyndihjálparnámskeið. Já, þetta var nú svona hugmynd sem kom frá einum bæjarfulltrúa og menn voru svona huglega það hvað geti sveitarfélagið gert gagnlegt fyrir íbúana og þá kom þessi hugmynd upp að það geti bara verið býsna gagnlegt og jafnvel skipt sköpum að fólk sem býr til dæmis eins og við, kannski í 10 mínútna fjarlægð frá sjúkrabílum, að geta þá veitt við fyrstu aðstoð og við vildum leggja okkar að mörkum til þess og endum þessina til námskeiðsins. Þetta voru ykkur 2 kvöld hérna og hvað, þokkalega sótt? Já, við auglýstum sem sagt 3 námskeið og við vildum gefa fólki kost á að velja þá daga og það endaði með því að við sameinuðum seinni 2 námskeiðin í 1 og þetta 20 manns sem sóttu námskeiðin. Ja, þetta mjög nauðsynlegt hérna, í svona þessum jaðarbyggðum að geta brugðist skjótt við? Já, það getur skipt miklu máli og sko þetta vissulega ekki nema 2 tíma námskeið þannig að það út af fyrir sig bara farið í grunnþekkinguna og grundvallaratriðin í skyndihjálp en það getur vissulega skipt máli ef að til dæmis verður hjartastopp svo dæmi sé tekið að geta veitt fyrstu aðstoð meðan að sjúkrabíllinn á leiðinni með fagfólki, það getur bara skipt sköpum. Hefur starfsfólki hérna hjá okkur tekið þátt í þessu? Já, sumir hafa gert það og við erum einmitt núna með í framhaldi af þessu ætlum við að skoða þann möguleika að efna til námskeið fyrir starfsfólk sveitarfélagsins jafnframt. Það hafði að vissulega kosta á að sækja þessi námskeið líka og sumir gerðu það en nú viljum við í framhaldinu skoða þann möguleika að efna til sérstakt átaks fyrir starfsfólkið okkar. En svona öðru, hvernig lífið í Vogunum þessa dagana? Já, það nú bara fínt sko. Við vorum að klára ársreikning og þann reksturinn gekk vel hjá okkur í fyrra, mun betur en undanfarin ár. Það að koma krónur aðeins fleiri í kassan? Já, það nú að gera það sko, talsett fleiri heldur en við reiknuðum með. Það auðvitað mikið að þakka bara ytri aðstæðum, skattekjur hafa hækkað og það hjálpar allt til. En við líka náðu ágætis árangri í rekstrinum og það náttúrulega ekki síst að þakka öllu þessu frábæra starfsfólki sem hérna. Nú, hér aðeins að fjölga íbúðum líka. Við erum komið núna í rúmlega 1160 íbúa sem svona í hærri kantinum í það undanfarin ár. Þannig að það bara gott ástandi hjá okkur. Og aldurssamsetningin þannig að það kannski hjá fólk að koma með tekjur í bæinn? Já, virðist vera sko. Það aðeins færri að meðaltali í hverjum árgangi í leikskólanum núna heldur en í grunnskólanum. Það svona gefið til kynna það eitthvað að breytast aldurssamsetningin. En það máttu nú svona sem gera það líka að því lítinu til að við vorum á óvenju hátt hlutfall barna og ungmenna hér með við landsmeðaltal. Nú erum við að færast aðeins nær því aftur og þá sjáum við það líka að meðaltekjur fara eilítið hækkandi. Það sem sagt fleiri vinnandi heldur en áður. Og þið þurfa að setja upp ykkur að lausa kennslustofu við skólan, sá ég í pappirum bæjarins? Já, það nú svona verið að skoða þau mál. Skólinn með tæplega 200 nemendur og algjörlega fullnýttur og það auðvitað alls konar kröfur til starfseminnar gerðar og ein hugmyndin hefur verið svo að setja allavega í bili eina færanlega kennslustofu. Við erum ekki búin að leysa það mál ennþá, hvernig við gerum það, en ég á nú svona freka vona því að það verði ráðist í einhverjar aðgerðir til þar að lútandi núna í sumar, þannig að það verði tilbúið þá fyrir næsta skólaár. Og fyrirtækin í bænum, þau eitthvað að stækka, fiskeldið að vaxa, eggjabúið að stækka og þið jafnvel að fá hérna súrefnis- og köfnunarefnisverksmiðju? Já, það einmitt heilmikil gerjun þarna. Stofnfiskur sem hérna með mikið fiskeldi hérna inn í Vogavík og eru fyrst og fremst í hrognaframleiðslu. Þeir eru með áformum stækkun, fyrst ætlaði nú að byggja skrifstofuhúsnið og rannsóknarhús og í framhaldinu því ætlaði að stækka framleiðslugetuna. Nú Nesbú sem eggjaframleiðandi, þeir eru að sinna
eða bregðast við nýjum reglugjörðum varðandi auki rými fyrir varphænsnin og eru þess vegna að stækka við sig. Nú svo eins og þú nefnir Ísaga, þeir eru með umsóknum lóð hér fyrir sína verksmiðju og við erum vongóðir að það geti gengið upp núna, það skýrist svona á næstu vikum. Það þarf að leysa ýmis mál eins og hljóðvist og annað, þannig að það verður nú ekki háfað í íbúðahverfum, það þarf að passa upp á það, en þetta lítur allt ágætlega út og við erum mjög spennt fyrir því að fá einmitt svona nýja starfsemi hérna inn. Þetta skiptir máli fyrir sveitarsjóðinn? Já, það gerir það sjálfsögðu, bæði beint og óbeint. Auðvitað ef að þeir sem vinna á þessum stöðum búa hér þá fáum við útsvarstekjur og við fáum fasteignaskatta og svo eru auðvitað bara alls konar óbein áhrif líka sem að þetta hefur í för með sér.